Já, við ætlum að fjalla núna Jimmy Carter sem að fjall frá í hárri elli. Hann var forseti Bandaríkjanna bara í 4 ár, 76 til 80 og hafði svona einhver áhrif en síðasti forseti Bandaríkjanna áður en að svona nýfrjálshyggju tímabilið tekur við. En hann hafði líka mikil svona, taldi vera hlutverk Bandaríkjaforseta að stilla til friðar í Miðausturlöndum og víðar og var það kannski svona svolítið áberandi í utanríkismálum og féll svo sem á utanríkismálum að margir sem haldiði fram að gíslatakan í Íran hafi fellt hann að hann hefði ekki náð að frelsa gíslan og þess vegna hafi hann mist völdin til Ronald Reagan. En hann líka kannski sá fyrrverandi forseti Bandaríkjanna sem hefur verið hvað aktífastur eftir hann letið embætti. Hann varð eiginlega fulltrúi fyrir svona tiltekin sjónarmið í alþjóðamálum og varð svona einhvers konar góðsögn að einhver leyti. Það vil svo til að Tjörfi Sjött sem að hingað kemur oft og ræðir við okkur heimsmálin hefur áhuga á Jimmy Carter og er búin að vera að skrifa á Facebook aðeins hann. En hann svona, þetta er svona, ég veit ekki hvort þetta er ekki sikkur maðurinn beint, en hann með svona sitt hvort hlutverkið, annars væri gaman að fara með þér yfir það hvað hann gerði meðan hann var forseti og síðan var hann líka nýtt hann þetta hlutverk sem að forsetar hafa til þess að hafa áhrif á heimsmálin, ekki bara til þess að byggja upp eigin stofnun eins og Bill Clinton og fleiri hafa gert, heldur til þess að láta gott að sig leiða, er það ekki hægt að segja það? Jú, að það sem er merkilegt við hann er að sko eftir að hann var forseti, eins og segir, það er svolítið langt síðan hann var forseti og var bara í 4 ár sko. Ég veit ekki, varst þú til þá þegar hann var? Nei, ég var ekki fæddur þegar hann var forseti, ég fæddist alveg 10 árum síðar sko. En eins og að hann hélt áfram að beita sér í alþjóða svona málum eftir að hann var forseti og hann var til dæmis hann sko bauð sjálfur til þess að fara til Norður Kóreu til að semja við þá kjarnavopnamál 1994 þegar það var sko krísa og það var næstu í stríð Norður Kóreu 1994 og Bill Clinton hann var að skoða áætlanir að gera bara árás á Norður Kóreu sko og þá sko Jimmy Carter sem er frá Georgíu, hann var bara sveitabæni sinni í Georgíu og var bara að fylgjast með málum og hann bauð sér bara fram, ég skal bara fara að tala við Kim Il-sung og semja samning og þá var nefnilega máli sko að Norður Kóreumenn og Kim Il-sung báru sko virðingu fyrir Carter því hann hafði boðist í sinni forseta tíð að draga herlið Bandaríkjanna tilbaka frá Suður Kóreu sko. En svo var það ekkert að því, það var bara stóð af, hann fékk ekki að gera það en að því að hann bauðst þess þá báru þeir mikla virðingu fyrir honum sko. En svo er þetta líka þannig að oft í svona deilum og samningum og svona þá er þetta alveg þekkt hlutverk, það er einhvers svona sem að er áhrifamaður en ekki með tiltekið hlutverk sem að er oft notað til þess að fara og athuga hvað gæti við mögulega gert þar sem að er ekki sama sko þyngd í öllu sem að sagt er og þannig hann gekk svolítið inn í það í þessu tilfelli að fara þar sem að var eiginlega ómögulegt fyrir forseta Bandaríkjanna að fara og ræða við Kim Il-sung en hins vegar gat Carter gert það. Já, það þóttu eins og segir ómögulegt fyrir sko Bandaríkjaforsetan sjálfan að fara og hitta hann að því þá þykir það einhvern veginn gefa þeim lögmætið eitthvað svoleiðis sko hvað það var að fara til Pyongyang eins og Jimmy Carter gerði. Hann gat gert það að því hann er fyrrverandi forseti sko. Og og það er náttúrulega merkilegt sko þessi kjarnorkusamningur sem að hann samdi við Kim Il-sung 1994 að því að Norður Kóreumenn hefði getað komið sér upp kjarnavopn þá en hann hægði sko að því þeir samþykktu að gera það ekki sko og þangað til að Bush komst til valda og skemmti fyrir og þá En hann náði samningum það að þeir myndu stöðva þróun kjarnorkuvopna og nota kjarnavopnin fyrst og fremst í friðsamlegum tilgangi til orkuöflunar og það væri gert undir eftirliti. Já, þess að þeir náttúrulega voru með kjarnorkuver, þannig að þeir gátu nota kjarnorku í friðsamlegu tilgangi, en það sem var samið var að þetta kjarnorku eldsneyti sem er notað til þess að þróa kjarnavopn, að það var sko lokað undir lás og slá og alþjóðlegir eftirlitsmenn fengu að koma inn í landið og fylgjast með þeim. Og sá samningur hélt í cirka 10 ár sko, frá því að það var samið þetta 1994 sko. Og rofnaði út á hverju? Þegar Bush yngri er forseti, þá neitaði hann að semja við Norður Kóreumenn að því að hann og þessi svoköldu neocons, Dick Cheney, þið munið eftir þessu, þeir voru með þessa hugmyndafræði you don't negotiate with terrorists, við semjum ekki við hryðjuverkamenn og þeir tóku sama sko gagnvart Norður Kóreu, þeir bara neituðu að tala við þá og hvað gerðu Norður Kóreumenn?
þeir sögðu bara, ok, þeir bara tóku hérna kjarnavopna eldsneytið úr geymslunni og byrjuðu bara að gera kjarnavopn úr því og hvað ætli þið að gera, skilur en að því þeir, sko, þá þeir þurftu að fara að reyna að semja við þá, skilur en þeir bara neituðu að semja, þannig að árið 2006 þá voru þeir komnir við kjarnorkusprengju og sprengdu fyrstu kjarnorkusprengjuna, sko, í tilraunaskyni í stjórnartíð Bush, að því að neitaði að semja við þá, sko en það virkaði sér þegar að Carter og Bill Clinton gerði það á sínu tíma, sko þannig að þetta er svona dæmi, sko, að hérna diplomasju, og hann var diplomati og hérna hann Jimmy Carter og hann Donald Trump hann gefur sér alltaf út fyrir að vera svokallegur dealmaker, hann skrifaði bók sem heitir The Art of the Deal. Já, það var einhver annar sem skrifaði hana. Já, það er talað einhver að skrifa hana fyrir hann, en þetta er samt hans hugmyndafræði og hans svona, hérna, það sem hann gerir sig út á að vera dealmaker, sko, og hérna, en ég held að það sé réttar að segja að Carter hafi verið dealmakerinn, sko, að því hann náttúrulega gerði þarna Camp David samningin, 78, hérna sem er náttúrulega einn merkilegasti, ef ekki merkilegasti, sko, friðarsamningur sem við samum í Miðausturlöndum, þegar að hérna Ísrael og Egyptaland lögðu niður spjótin og hérna og sömdum frið, sko, eftir náttúrulega að hafa háð mörg stríð, náttúrulega hérna 6 daga stríði 67 og Jom Kippur stríði 73 og hérna og þar tegði Carter hérna Ísraelsmenn og Egypta mjög langt, eða ekki? Svo langt að kannski að það þeir sem að gerðu þessa samninga, þeir eru ekki farsælir í sínum löndum eftir það? Sko, það er svo margt að segja hennar samning og hann er sko merkilegur og sögulegur fyrir það sakir að þetta er rauninni eini svona samningur sem hefur tekist að sko hérna ná fram í Miðausturlöndum, bara svona alvöru friðarsamningur sem hefur haldið ætíð síðan. Að því að hérna Egyptaland og Ísrael hafa aldrei til að fara í stríð síðan. Og það er líka merkilegt sko að hérna Ísrael var náttúrulega búið að hertaka Sínaískagann af Egyptalandi og í þessu samningi féllust Ísraelmenn á að draga helið þessi tilbaka og ég veit ekki neitt annað dæmi það sem þeir hafa gert það, sko. Hvað þá svona stórt svæði sem allir Sínaískagann. Þannig að Carter hefur notað afl Bandaríkjanna eða þann stuðning sem að Bandaríkjanna hafa veitt Ísraels hótunum og það draga það tilbaka til þess að fá Ísraelsmenn til þess að teygja sig lengra heldur en hefur síðar gertist. Og það er alveg klárt mál, sko, hann beitti sér fyrir þessu samningi og hann vildi ná samningum, skilur. Það talaði að ég er búin að vera að lesa bækur Carter, sko, það talaði að þegar hann tók að sér svona verkefni eins og semur samning, þá var hann alveg bara staðfastur að ná honum í gegn, skilur. Hann bara gerði bara allt þess að ná þessi í gegn og hann fekk þarna sko Menachem Begin sem var forsetaráður Ísrael á þenn tíma og Anwar Sadat, forseta Egyptalands og þeir hittust þarna í Camp David og þar voru þeir bara 13 daga og bara semja alveg samfélag þannig að samningurinn náðist, sko. Og það sem að náttúrulega sko Egyptar gáfu á móti var að viðurkenna sko Ísrael og voru fyrst á svona stóra arabaríki til þess að gera það og ástæðan fyrir því að mörg arabaríki og margir arabar sko viðurkenna ekki Ísrael er að því þeir líta það þá að vera viðurkenna þeirra landtöku, þú veist, landið sem tók af Palestínumönnum fyrst í stríðinu 48 svo aftur í 6. stríðinu þegar þeir tóku Gaza og Vesturbakkann og þess vegna það er svona erfitt sko ofta að gera það, sko, og þess vegna vilja margir meina sko að Egyptaland hafi gengið langt í þessu samningi, að þeir hafi bara það er nú mikið talað appeasement, sko, að þeir hafi bara gerst sko samverka með Ísrael og bara einhvers konar leppríki Bandaríkjanna því ætti síðan hefur Egyptaland sko verið háð hernaðarstuðningi frá Bandaríkjanum. Egyptaland er eitt af landi í heiminum sem fær mestan hernaðarstuðning frá Bandaríkjanum. Miklar upphæðir á hverju ári og þessir herforingir sem hafa verið þarna forsetar eins og Mubarak og svo var honum sett á stóli og svo er núna þessi Sisi, þeir eru mjög hliðhollir sko Ísrael og Bandaríkjanum. Þannig að sko þeir sem eru hlindir sko tala fyrir málstað Palestínu, þeir myndu kannski vera gagnrýnir á hana samning að því Egyptaland gekk eða bara langt, þeir eru bara einhvers konar leppríki Bandaríkjanna og samverkamann Ísrael sko eftir þetta og náttúrulega Anwar Sadat, forseti Egyptaland sem að skrifa undir hana samning, hann var myrtur síðan nokkrum ári síðar sko, meðal annars út af þessu samning, það var litið á að þetta hafi verið svik sko. En Carter var svona lagði áherslu á utanríkismál í sinni forsetatíð. En þá var að segja að hann hafi fallið vegna utanríkismála út af gíslatökunni í Íran. Já. Og mislukkar tilrauna til að frelsa gíslana og var þá dregin upp sem svona getulaus forseti að það var stuðningsfólks Ronald Reagan stilti svolítið þannig upp að hann væri alltof svona veikur á meðan að Ronald Reagan kemur svona úr Hollywood og vill leika sterka kallinn og var svo sem þannig sem fylkistjóri í Kaliforníu beitti mótmælendur til þess mikilli hörku og öðru slíku.
þetta svolítið kaldhæðnislegt að forseti sem að leggur svona mikla áherslu á utanríkismál var kannski að falla út af utanríkismálunum, en svo gætu við svo sem tekið inn efnahagsmálin líka, þannig afleiðingarnar af olíukreppunni ekki alveg búnir að deyja út úr efnahagi Bandaríkjanna, en þetta ofstilt þannig fram að hinn mislukkaða frelsun gíslana eiginlega ofan í kosningabaráttunni, að það hafi valdið því að hann hafi ekki náð endurkjöri. Sko, það var náttúrulega bæði bara skandallinn, þessi gíslataka sem var náttúrulega varðanum að falli, og svo náttúrulega efnahagsástandið þessu bendir á, því það var náttúrulega bara kreppa í Bandaríkjunum á þessum tíma, það er kallað stagflation, það var bæði mikil verðbólga og mikið atvinnuleysi á sama tíma, sko. Það talaði að það hefði verið svona 20% verðbólga og 7% atvinnuleysi á sama tíma, sko. Og engin hagvöxtur. Já, og engin hagvöxtur, og það er náttúrulega út af þessari olíukreppu, og það náttúrulega hófst með þetta stríðinu 73, Jom Kippur stríðið, því að þá fóru OPEC-ríkin, sko, í svona hefndaraðgerð gegn Vesturlöndum og með olíunni, sko, og þá rauk olíuverð upp á öllu valdi, og þá þurfti Carter að fara í sjónvarpið að segja Bandaríkjamönnum að spara, og þá voru miklar biðraðir á bensinstöðar og svona, þetta var náttúrulega ekki vinsælt, sko. Og þetta er kallað economic malaise, og hans forsetatíð oft kennd við þetta, sko, economic malaise, hvernig að þýða það er svona bara efnahagskreppa eða efnahagsleiðindi einhver, sko. Og þá einhvern veginn, sko, tókst Reagan að lofa, skiluru, Morning in America, sem var náttúrulega hans slagorð, sko, það er morgun í Ameríku, sko. Og svo náttúrulega eins og segir byltingin í Íran 79, og svo verður þessi gíslataka, og það er svo merkilegt, sko, að það var auðvitað mikið áfall fyrir hann, og hann hefði aldrei getað unnið þessar kosningar út af því máli, sko, að þegar Reagan vinnur kosningarna 1980, og daginn sem að Reagan tekur við embættinu 20. janúar, þá er gíslanum sleppt, sko. Og þess vegna eru kenningar að kosningarteymi, sko, Reagan hafi gert eitthvað svona leynilegan samning við Íran að halda gíslunum og sleppa þeim síðan eftir að hann vann kosningar. Já, og þetta hefur gengið í gegnum alls konar bíómyndir og fleira. Þetta er mjög dreifð kenning að hann hefði verið svona feldur af svikum, að menn hafi viljað skipta honum út. Og þá er það þeir sem höfðu raunverulega völd og áhrif inni í Bandaríkjunum, sem hefðu og voru kannski í samningaviðræðum við Íran. Og það er margt sem rennir stóður myndu þessar kenningu, og hún er kallið October Surprise Theory. Það er Wikipedia-greinin hana og hefur mikið verið skrifað þetta, sko, og það sem sko, fekk menn til þess að halda sig fram með síðan Íran kontrahneykslið í stjórnartíð Reagan, sko. Að þið veitir, sko, eftir byltinguna í Íran að klerkastjórnin tekur við og Ayatollah kom inn í stöðu þetta að fordæma Bandaríkin, og samskiptir mjög styrð á milli landana, sérstaklega eftir gíslatökuna, sko. Og þá var menn haldið að það væri ekki mikil, sko, samskipti á milli ríkjanna, en svo kemur í ljós að Reagan var í leyni að sko, senda vopn til Íran í gegnum Ísrael, og svo fóru vopnum frá Íran til kontrauppreistarmanna í Mið-Ameríku, þannig að þetta var eitthvað svona mjög mikið leynimakk í gangi baka tjöldin, þannig að það voru svona leynileg einhver samskipti í gangi á milli Íran og Reagan og Bandaríkjanna, og þá svona þótti það að renna stóðum undir það, sko, að hann hefði mögulega gert eitthvað leiðilega samning gíslana, sko, á meðan forsetakosningunum stóð, og svo er alveg stöðut meira að koma í ljós þetta, sko, nýja greinar, og þú veist að það eru aðalega sem að hafa verið, skilur, embættismenn í Bandaríkjunum sem að hafa verið að tjá sig þetta, og það eru fleiri og fleiri einhvern veginn sem eru að fallast á þessa kenningu að það hafi verið eitthvað svona leynilegu samningu. Og Íran kontramáli var náttúrulega stórkostlegt hneyksli sem að Bandaríkjaforseti fóru eiginlega gegn samþykktum þingsins, þannig að það var eiginlega gríðalegt hneyksli og ævintýrlegt að Ronald Reagan hafi orðspor hans hafi haldið eftir það, en svo var það líka svo ævintýrlegt og það veldur því kannski að við þekkjum þetta ágætlega vel. Þetta hefur líka verið notað í endalaust af bíómyndum og sögum og frásögnum, af því að þetta er náttúrulega svo ævintýrlegu söguþráður. Herðu, en Carter gerði ýmislegt annað, hann til dæmis gaf Panama-skurðin? Já, og það er náttúrulega merkilegt, sko, að því að Panama hefur bara verið einhvers konar nýlenda Bandaríkjanna, og þá voru náttúrulega Bandaríkjamenn sem byggðu Panama-skurðin á sínum tíma, og þegar eins og segja, þegar Carter tók við forsetembættinu, við kannski fjallaði það, sko, að náttúrulega ástæðan fyrir því að hann vinnur sko, forsetakosninguna 76, það var náttúrulega gegn Gerald Ford. Gerald Ford hafði verið varaforseti Nixon og tekið við að Nixon. En ekki kjörinn sem slíkur, því að Spiro Agnew hafði verið kosinn sem varaforseti og hann sagði af sig líka út af hneykslismáli. Þannig að Gerald Ford var eiginlega eini forseti Bandaríkjanna sem hefur ekki verið kjörinn. Já, og tekur við af, sko, Nixon sem var eini forseti sem hefur nokkuð sagt af sér út af Watergate hneykslinu, og það fyrsta sem að Gerald Ford gerði þegar hann tók við, sko, var að
veita Nixon uppreist æru sko, sem var heldur ekki vinsælt sko. Þannig að þetta var svona tími þegar fólk var sko búið að missa alla trú á stjórnmálum og stjórnmálamönnum. Við sáum kannski svipað eftir hrunið 2008 sko, en það gerist þarna með Íran, það var bæði náttúrulega ekki Íran, Watergate hneykslið og svona Víetnamstríðið sem að leiti til þess og þess vegna var mjög mikil bara óvinsælt og svo náttúrulega var Henry Kissinger sem hafði verið þjóðaröryggisráðgjafi Nixon og hann var síðan utanríkisráðherra og hann var óalega mikið svona Machiavelli sko, stundi eitthvað svona leynimakk og þótti ekkert voðalega svona sko, hann gæri mjög mikið út af þetta sko, Carter hann sagði sko, ég segi satt, ég er hreinskilinn og segi satt frá, þá var hann að gefa í skyn að sko, Nixon og Kissinger þeir voru stöðugt að ljúga sko. Segja eitt og opinberlega gera annað á bak við tjöldin. Hann var kosin svolítið svona sem venjulegur maður, hann var bóndi, var jarðnettubóndi og hann var heit kristinn, hann var í svona vakningakirkju og þannig hann kom fram svona sem heiðarlegur venjulegur maður á móti gerspiltri Washington eins og margir forsetar Bandaríkjanna hafa reynt að gera. Já, en að sömuleyti var hann fjallan betur í þá mynd heldur margir sem að hafa leikið þennan leik. Og þess vegna sko, hann vann þessa kosningar út af þessu sko og hann var einhvern veginn svona heiðurlegi, venjulegi maðurinn sko, ekki þessi hvað maður að segja, spilti sko stjórnmálamaður sem er í einhver leynimakki á bak við tjöldin eins og Nixon og Kissinger í Watergate og öllu því sko. En svo þegar hann sko, þegar hann vinnur kosningarnar, þá leggur hann mjög mikla áherslu á utanríkismál. Og í fyrstu setningarræðunni, þá talar hann mjög mikið sko mannréttindi og hann lagði mjög mikla áherslu á mannréttindi sem sagt sko. Og þetta er svolítið svona sko, hann talar alltaf um frelsi, eins og Bandaríkjamenn talar alltaf um frelsi. En þetta er svona svolítið vinstri sem það er nálgun hjá honum. Þú veist að því að Bandaríkjamenn segja freedom, þetta er eitthvað svona frjálshyggja, skilur. En þetta er svona aðeins vinstri sem það er nálgun hjá honum, heyrðu, þú veist að mannréttindi, skilur, að við þurfum að styðja við, skilur, mannréttindi út á heim, þannig að þetta er svona einhver hugmyndum sko jafnræði og svo líka að því hann sko ólst upp við Jim Crow aðskilnaðarstefnuna í Georgíu, þannig að hann var mjög meðvitaður um svona rasisma og þannig málefni sko og lagði mikla áherslu að væri svona equal representation í hans ríkisstjórn og svo framvegis sko. Það er svona yfirgangur Bandaríkjanna þyrfti að réttlæta hann með því að hann væri til þess að byggja upp mannréttindi og fleira, þetta er endurómur af því sem heyrum enn þann dag í dag. Já, við erum alltaf heyrum þetta enn þann dag í dag sko. En þetta var kannski meira authentic hjá honum, er það sem ég er að segja sko. Svo hefur náttúrulega þessi orðræða verið mjög mikið notuð og eiginlega ofnotuð sko, sko við segja en hann virtist leggja svona alvöru áherslu á þetta sko. Og eitt dæmi þetta er þetta sko með Panama-skurðin, að hann gefur Panama-skurðin aftur tilbaka til Panama og hann sko segir síðan í sínum æviminningum að þetta er bara réttlætismál sko, að þetta er bara, þú veist, einhvers konar og það er bæði eru Bandaríkjan að gera upp við sko fortíðina, þú veist að hafa komið fram með þessi lönd áður, eitthvað illa, eitthvað þannig skiluru og líka þetta er bara réttlætismál, bara þú veist, sjálfsákvörðunarrétt þjóð og eitthvað svona sko, þannig að það er svona dæmi og svo náttúrulega, hafa ekki séð fréttum nýlega, núna hefur Trump verið að tala um það að ætla að fá Panama-skurðin aftur sko. Á sama tíma hann talaði um að kaupa Grænland, þá talaði hann einnig um að sko fá Panama-skurðin aftur og fóra kvarti við því að það voru að borga svo há gjöld og eitthvað skipið sem þurfa að fara þar í gegn sko. Skurðurinn sem við byggum til en Panama-skurðurinn, hann leikur náttúrulega í gegnum Panama og það er eiginlega erfitt að sjá hvernig Panama getur lifa sem sjálfstæðugt efnaðaskerfi ef að Bandaríkjamenn eiga raunverulega skurð sem að liggur þvert í gegnum landið og ætti að gefa sko gríðarlega tekjur inn í þetta land. En þegar það er skoðað sko hvaðan, hann er náttúrulega að skipta sér alls konar hlutum, hann skipti sér af Afganistan og byrjar þar að styðja raunverulega það sem að síðar var kallað Talibanar, ég veit ekki hvort það var komið þar, sem er andstöðu afl við Sovétríkin og ríkisstjórn sem er vilhöld Sovétríkjunum þar. Já, það var nefnilega málið sko að það sem að gerist líka í hans forsetutíð, það var stríðið í Afganistan og það var það sem er kallað innrás Sovétríkjanna í Afganistan. 79 gerist í hans stjórnartíð og í framhaldi af því sko fóru Bandaríkjanna að senda sko stuðning til þessara uppreisnarmanna sem voru náttúrulega íslamistar sko og setna urðu á talibunum. Og málið er sko að hann var með þjóðaröryggisráðgjafi Jimmy Carter var Zbigniew Brzezinski, pólskur og mjög mikil svona harðlínumaður og að því hann var pólskur þá var hann mjög mikil svona á móti Sovétríkjunum sko og þetta var svona hans hugmynd og hann var á bak við þetta sko að reyna að knésetja Sovétríkin í Afganistan
og það hefur komið fram sko sem að tókst já, sem að tókst á endanum sko og getur bara sagt alla söguna og að þessi sko það 78, þessi flókin atburðarás segja eins frá þessu að sko það verður þessi bylting í Afganistan 78 þegar kommunistar ná völdum, það kallað sárbyltingin og það var stjórn sem var sko hliðhöll Sovétríkjunum og Sovétríkin studdu við þessa stjórn og það verður síðan sko svona uppreist í Afganistan að það eru svona islamistar sem eru á móti þessari kommunísku stjórn og eru með uppreist og þessi stjórn kallar eftir að Sovétríkin aðstoði þá, bara með hernaðaríhlutun sko. Og það er þess að leiðtoginn í Afganistan á þeim tíma sem heitir sko, það var Amin sem segir flókið, hann Taraki og hann kallar eftir aðstoð frá Sovétríkjunum og þetta árið 79 en Sovétríkin sko eru svolítið tvístæða með þetta og þau fara ekki inn strax. Svo gerist það að það verður hallarbyltinga þessum Taraki steypt frá og það er annar kommunist sem tekur við sem heitir Amin og hann gerði ástandið enn verra, uppreisnin einhvern veginn verður ennþá verri undir hans stjórn og þá ákvaða Sovétríkin að fara inn og þau sko gera svona senda sérsveitarmenn inn í forsetahöllan í Kabúl og taka hana lífi þennan Amin sko og koma öðrum manni í staðinn sko og og það er þannig sem að Sovétríkin sem sagt fara inn sko. Þannig að þetta er svolítið flókin atburðarás en sem sagt Sovétríkin fara inn með sitt herlið í Afganistan í sko desember 79 en það sem hefur komið í ljós er að Carter samþykti að veita aðstoð fyrr, það var sko í júlí 79 og það var sem sagt, eins og segja frumkvæði Brzezinski og hann montaði sig síðan að því síðar í viðtali við Franskt Dagblað árið 98 og þetta sögðu vera svona eftiráskýring hjá honum, hann montaði sig að því já við sko tældum Sovétríkin inn í Afganistan við vildum að þeir vildu ráðast þar inn til þess að síðan knisetta og til þess að búa til þeirra Víetnam sko. Þetta er nú eftiráskýring augljóslega. Það er samt haldið fram með sambandi við fall Sovétríkjanna að innrásin í Afganistan hafi spilað stóra rullu, hafi grafið undan trúverðuleika stjórnvald alveg sama á Víetnamstríðið gerði í Bandaríkjunum. Og þá tekur hann sko kredit fyrir það að hafa knisað Sovétríkin af því hann vil meina sko að þetta var þeirra Víetnam og þau töpuðu í Afganistan þurfti að draga sér tilbaka og það hefur verið mikilvæg þáttur í síðan falli Sovétríkjanna. Svo náttúrulega má deila það. Það getur vel verið það er einhver sakfræðingur sem að taka undir það, já, þetta var þáttur, svo er aðrir sem að draga úr því og segja það var eitthvað annað, skilur upp, þannig að það má deila það, vissulega. En þetta var svona svolítið eftir á skýring hjá honum, sko. Þarna voru íslamistanir og talibanistanir listaður upp sem svona þjóðfrelsismenn og við okkur bæri að styðja þá að svipuðum rökum og þegar hann gefur Panama skurðin að talibanarnir eru málsvarar þjóðarinnar sem eru að berjast fyrir sjálfstæði sínu gegn erlendu oki. Já, það er merkilegt alltaf tal sko á þeim tímamanni sko, þetta væri sko bara alltaf fyrir frelsi, það var mjög mikil áhersla svona þetta tal, þetta eru sko freedom fighters, þetta eru frelsishetjur að berja fyrir frelsilandsins sko og svo náttúrulega eru þeir að Talibanum og jafnvel Al-Qaida síðar og kannski koma að því, en ég ætla að benda á sko að það hefur verið gerð opinbert sko minnisblað sem að Brzezinski sendi Carter í desember, bara nokkur dögum eftir að Sovétríkin fara með herlið inn í Afganistan, þá sendir Brzezinski Carter minnisblað sem hefur verið gert opinbert, það er að sjá þetta National Security Archive, það sem hann segir this could be their Vietnam, skilur Þannig að þó að þetta viðtalan síðar hafi verið svona eftiráskýring, þá sjáum við samt að það voru bara alveg frá upphafi svona einhverju hugmyndir þetta geti verið þeirra Víetnam fyrir þá sko. Og þeir voru byrjaðir að senda aðstoð sko snemma sko. Þannig að þetta var sko lítur út fyrir að hafa verið planið. Og það sem að gerist síðan sko í Afganistan er að þetta er gert í gegnum sko Pakistan, því að Pakistan er náttúrulega nágrannaríki Afganistan og hliðátt Bandaríkjunum og í gegnum pakistansku leyniþjónustuna þá fara Bandaríkjana að senda heilmikið af vopnum og fjarstuðningi og þetta er kallað Operation Cyclone, það er CIA-programmið til þess að senda aðstoð til uppreisnarmannanna í Afganistan og það er kallað þetta Haqqani Network, af því að Haqqani hann var eitt sko stríðsherran í Afganistan sem þeir studdu við og í gegnum hann komið fullt af sko erlendu sjálfboðaliðum út allan heim, náttúrulega múslimar sem að líta á sko að þetta var tækifæri til þess að berjast í heilugu stríði gegn trúleysingunum, jihad sko
og svo náttúrulega hérna enda á því að það aðgengi að bandarísku vopnum og þetta var eiginlega, þetta lyfti upp ýmiskonar hópum íslamista sem hafði síðar og enn að hafa áhrif út víða heim sem þetta var eiginlega gróðrastía fyrir þá hreyfingu alla. Já, og meðal þeirra var Osama bin Laden sem var hérna, hann var sko aðalsmaður frá hérna Sádi-Arabíu, tengdur í hérna konungsfjölskylduna, moldríkur. Hann fór til Afganistan og var með sinna hérna, stríðsmenn til að berjast fyrir sig sko. Og hérna og það er stundum sagt að, hérna, að Osama bin Laden hefði fengið þjálfun hjá CIA. Það er ekki alveg rétt, hann fekk þjálfun hjá pakistansku leyniþjónustunni sem var í samstarfi við CIA og Bandaríkin og náttúrulega Bandaríkin voru að dæla peningum sko, og vopnum. Minn eftir prógrami sem að CIA lagði upp. Já. Þau voru ekki að taka þetta upp hjá sjálfum sér. Náttúrulega það var gert í gegnum sko pakistansku leyniþjónustu. CIA gerði þetta í gegnum leyniþjónustu Pakistan og þar fengu þeir allir og meðal annars Osama bin Laden og hérna þjálfun og öll þessi vopn sem dældu þarna inn og þið getið séð hérna það er viðtal sem var birt í dagblöðum við Osama bin Laden á þessum tíma það sem bara sýnt svona flott mynd af honum, hann bara freedom fighter að berjast fyrir frelsi skilur Afganistan. Það svipað þess að sjá núna með Al-Jolani hérna í Sýrlandi sko. Það er að færa ímynd hans, hann var náttúrulega í Al-Qaida og í ISIS sko. Og hérna það hefur verið að líka þessu saman sko og hérna og eftir að koma í ljós hvort að Bandaríkin og Vesturveldin skiptum skoðun á því hvaða mann hann hefur að geyma. En svo hérna gerist það að þegar að sko Sovétríkin tapa stríðin Afganistan og draga herlið sér tilbaka, það er árið 1988. Þá heldur borgarastyrjöldin áfram í nokkur ár og þessir íslamistar sem að Bandaríkin studdu við í gegnum Operation Cyclone, CIA, í gegnum leyniþjónustu Pakistan og sem voru með Osama bin Laden og fleiri svoleiðis mönnum aðna, þessir íslamistar, þeir verða síðan að Talibanum og ná völdum í landinu og Osama bin Laden, hann fer aftur til Sádi-Arabíu og endar síðan í Súdan og svo kemur hann aftur til Afganistan og það verður að Al-Qaida, hans hérna sella og sko Al-Qaida, það er hérna tíður á arabísku höfustöðvar eða þeir beisa því að hann var með sko höfustöðvar sem í Afganistan voru kallar Al-Qaida, þannig að það er nafnið komið sko. Þannig höfustöðvar hérna Osama bin Laden í Afganistan og svo vitum við hvert það endaði síðan hérna með hryðjuverkaárásunum og 11. september og það allt sko, þannig að það er sko hérna ein sella skiluru, en svo eru Talibanir sem að hérna náðu völdum í Afganistan og svo fara Bandaríkin út af hryðjuverkaárásum 11. september fara þau inn í Afganistan og endurtaka sama nákvæmlega sem að mistök og Sovétríkin gerðu. Tapa með sama hætti rúmlega. Já. Nema það að þá var hérna andstaðan orðin það öflug að hún þurfti ekki sterkan stöðningsmann eins og þeir höfðu í upphafi fyrir Bandaríkjunum. Það var ekki þannig að andstaðan væri sko fjármögnuð frá Rússlandi eða einhverju slíku eða einhverju öðru stórveldi. Það er svo merkilegt sko að meðan Bandaríkjunum voru öll þessi 20 ár í Afganistan og með NATO líka nota benni að berjast gegn Talibanum, sömu menn sem að þeir og sömu hérna stríðsherrar eins og þessi Haqqani sem að þeir eru áður stutt gegn Sovétríkjunum á 9. áratugnum. Svo þetta berjast núna gegn óvinnunum sem að þeir eru stutt áður og byggt upp áður. Og sama tíma voru sko Talibanar stuttir af Pakistan. Þannig að það var ekki sko þannig að hérna Bandaríkin voru að styðja Talibanar eins og náttúrulega áður. En Pakistanar hafa alltaf stutt á sko. Og það er svo merkilegt sko að bandamaður Bandaríkjanna Pakistan þeir voru að heyja stríðið, þeir þurfa að fara í gegnum Pakistan með sínar hérna byrðir og það allt sko. Og þeir gátu aldrei unnið þetta stríð, það stríð var óvinnanlegt, svipað eins og hérna stríð í Víetnam, að því að Talibanar voru alltaf stuttir af Pakistan, skilur. Það er hvers vegna voru þeirra, þetta var alltaf bara glórulaust, sko. En það er annað sem að má rekja til svona, hvernig hérna óvinnir geta orðið vinir og öfugt, að út af byltingunni í Íran og gíslatökunni, að þá fer Carter eða ekki að styðja Saddam enn frekar. Já, sem eiginlega eina mótvægi sem voru í þessum heimsluta sem gat veikt Íran. Sko, hann studdi hann kannski ekki opinberlega, en það var náttúrulega þannig á þessum tíma að, eins og segir, það verður byltingin í Íran 79 og Saddam Hussein, hann er hann einræðisherra í Írak og það sem að gerist í september 1980, bara ári eftir byltinguna, þá ræðist Saddam Hussein Írak inn í Íran og það verður 8 ára langt stríð og þetta er eitt hérna bara mesta stríð bara á 20. aldar, af því þetta var mikil skotgrafa hernaður hérna alveg linnulaust í 8 ár og Írak notaði meðal efnavopn, það eru bara hérna mestu efnavopna árásir sem hafa verið gerðar á seinni tíð, það var hérna í stríðinu sko við hérna Íran og síðan gerðu sko Kúrdar uppreisn og þá notaði Saddam Hussein einnig hérna efnavopn gegn hérna Kúrdum og það hefur komið í ljós í hérna grein hjá Foreign Affairs
sem að heitir bara CIA skjöl sína að Bandaríkin aðstóðu Saddam Hussein við það. Þeir voru sko að aðstóða Írak við innrásina í Íran með því að sko gefa þeim upplýsingar, sko gerunhætta upplýsingar sko. Og meðal annars þeir gerðu þess að efnavopnaárásir. Þannig að það hefur komið fram í grein Foreign Affairs og það eru skjöl frá CIA sem hafa verið birt sem sína fram á það. Og sama tíma var Íran kontramáli, þannig að það talaði sko í þessu stríði hafi sko bæði verið að senda stuðning og vopn til beggja hliða. Hvetja að báða áfram til þess að drepa hvern annan sko. Þannig að þetta sýnir náttúrulega svona deila og drotna strategíuna eða ekki í hnólskurð sko. En það má ekki kannski tengja þetta beint við utanríkisstefnu Carter. Nei, ekki. Þetta er náttúrulega mest í stjórnartíð Reagan, það sem ég að tala um sko. En þetta er alveg sko síðustu mánuðu Carter stjórnarinnar sem að þetta stríð brýst út í september 1980, af því hann náttúrulega lætur af embætti í janúar 1981 sko. Og svo hefur það komið í ljós og hefur verið skrifað það, og þetta er eitthvað sem er ekki mikið vitað, er að að Carter hafi sko gefið Saddam Hussein grænt ljós til þess að ráðast inn í Íran. Og það var það þannig sko að fyrir þá sem ekki vita að það eru šítar í Íran, meirihluti múslimir sem búi í Íran eru šítar og eru reynda líka í meirihluta í Írak, en Saddam Hussein og hans stjórn voru sunnítar sko. Og hann stjórn Saddam Hussein, þetta var sko náttúrulega svona Baathista-flokkurinn, þetta eru svona arabískir þjóðurnissinnar, þetta er svona veraldleg stjórn sko, og þeir litu á þetta sem einhvers konar hættu sko, að šítar og einhver svona šítaklerkar getur þá náð völdum í Írak sko, og það er svona einhvern veginn skýringin fyrir því að Saddam Hussein vill ráðast inn í Íran og kæfa niður þessa byltingu, og hann var síðan studdur af náttúrulega Sádi-Arabíu og þessum furstadæmum við Persaflóan sem eru náttúrulega sunnítar sko, og sáu hættuna frá Íran sko. Og þess vegna var Saddam Hussein, studdur eða hvattur af þessum öflum til þess að ráðast inn í Íran. Og þetta hefur komið í ljós að það var Jimmy Carter sem gaf honum sko grænt ljós á þetta. Og það var skal ég segja, blaðamaðurinn Robert Perry sem greindi frá þessu og hefur skrifað greinar þetta sko. En þannig að margt af því þótt að eflaust sé þannig að Jimmy Carter hafi viljað alltaf gott að sér leiða með á forseti, að þá er hann náttúrulega að stýra þarna heimsveldi sem er keyrt áfram bara á einhverju mati á öryggishagsmunum sínum, og þannig hann gerir sumt gott, nær friðarsamningum í Miðausturlöndum og gefur Panamaskurðin frá sér, en hann er líka bara með því að vera að stýra þessu veldi, að þá er hann að taka ákvarðanir sem að síðar hafa hryllilegar afleiðingar út af allar heim. Já, eins og við sjáum sko, þetta er voðalega svona sko tvísynt sko, skilur að ýmislegt sem hann gerði gott og hann vildi gera gott, en þegar hann var forseti þá var sérstaklega í utanríkismálunum margt sem hann gerði sem er slæmt, skilur, eða er ámælisvert sko, eins og við tölum sko að þessi stuðningur við Íslamistan í Afganistan sem að setja niður að Talibunum og svo framvegis, það byrjaði í hans stjórnartíð, og stuðningur við Saddam Hussein og stríðið við Íran byrjaði í hans stjórnartíð og ýmislegt svona sko, og hann var náttúrulega eins og ég benda, hann var náttúrulega með þennan harðlínumann Brzezinski sem sinn þjóðaröryggisráðgjafa sem hafði náttúrulega mikil áhrif í þessum málum sko. Já, sem endurspeglaði bara væntingar og kröfur Pentagon og svona maskínu sem er í Bandaríkjunum. Það er ekki eins og hann hafi fundið upp sjálfur, heldur það er mikil þrýstingur á forseta Bandaríkjanna að keyra áfram öryggishagsmuni Bandaríkjanna no matter what, eins og það er sagt allstaðar allan heim. Og það er náttúrulega rétt sko, þegar hann var forseti, hann var undir gríðarlegri pressu frá sko hægrinu og harðilumönnunum og stríðshaukunum sko líka á þinginu sko. Og einn af þeim er hann var sko demokrati, en hann Henry Jackson sem að var einn mesti harðilumæðurinn að þeim öllum. Hann er kallaður the senator from Boeing. Hann var sett frá Washington fylki þar sem að Boeing vopnaframleiðandinn, það er ekki bara framleiðir ekki bara sko þotur, heldur líka sko vopn og herþotur, og það sem að Boeing fyrirtæki hafði mikla hagsmuni, og þessi Henry Jackson hann var rauninni bara eitthvað lobbyisti fyrir vopnaframleiðendur, og þess vegna er talað military industrial complex, og þegar Dwight Eisenhower flytur ræðuna þar sem hann var við military industrial complex, það er talað að hann vildi upphaflega segja military industrial congressional complex, en hann sleppti þessu síðast, af því það er tengingin við þingið,
að það að skilur að hergangaframleiðendur hafa sína fulltrúa inn á þingi sem að berjast fyrir þeirra hagsmuni inn á þingi og þessi Henry Jackson sem var mjög öflugur þingmaður í stjórnartíð Carter, hann eitt besta skýrasta dæmi þetta sem að var reyni bara talsmaður Boeing inn á þinginu og ég sé það bara eitt dæmi og svo var náttúrulega ýmsir aðilar ekki bara þingmenn bara svona sem höfðu mikil áhrif og litu í sér heyra og það eru menn eins og Paul Nitze, hann einn allræmdasti harðlínumæðurinn að þeim öllum og fleiri og þetta var á þeim tíma það hafði verið svona það sem heitir détente, það var svona friðsamlegri samskipti á milli Sovétríkjanna og Bandaríkjanna, gerðu vopna eftirlitssamninga, það var ABM-samningurinn 1972 og SALT. Það var þýða, eins og það kallað á íslensku. Já, détente, þetta kallað þýða. Og það sem að gerist í stjórnartíð Carter, þó að hann, eins og sé, þó að hann hafi viljað tala fyrir friði, þá hann hafði enga stjórn á þessu, samt bara einhvern veginn var kaldastríðið að hitna upp, Það var bara svo margt í gangi út í heimi og líka bara, eins og þú veist að tala að það einhver svona bara skilurðu, í Bandaríkjunum sem einhvern veginn móta stefnuna og forsetinn hefur ekki endilega stjórnaði skilurðu. En að sömuleyti að því að þú nefnir í þýðuna og détente og þá var náttúrulega Willy Brandt og sömuleyti verið þetta til kannski inn í Evrópu, þessi hugmynd og Carter sömuleyti á þeirri línu en þegar Ronald Reagan tekur við að þá eiginlega kemur svona tónninn það að við verðum að nota alla okkar styrkleika til þess að knésetja Sovétríkin og alla andstæðinga okkar og það kemur svona upptakturinn á því sem kannski utanríkisstefna sem búin að vera síðan þar sem við semjum ekki við terrorista og það og diplómat síðan hverfur og eftir eru bara eindómir herfóringjar, þannig að svona hægt og bítandi það, þannig að kannski með þessa stöðu sem að Jimmy Carter hefur haft, hann náttúrulega eini forseti Bandaríkjanna sem hefur lifað 45 ár eftir hann hætti, þannig að hann hefur kannski haft lengra svæði til þess að þróa þetta hlutverk, að hann hefur svolítið hort á hann eins og svona hefur orðið svona til hugmyndum að hann væri svona síðasti svona fríðarhöfðinginn, síðasti svona velmeinandi forsetinn allavega og svo einhver leyti hefur hann líka talað ýmislegt sem að gerðist á og verið með eftirsjá og leyft sér svolítið að tala svona ég veit ekki hvernig orða það svona út frá svona bara hvað við ættum að gera og hjarta okkar sem að byggir ábyggilega á hans svona, það var nú heit Kristinn og í svona góðum skilningi því að stundum hefur verið að tala heit kristna í bandarísku stjórnmálum sem að meðal Ronald Reagan fekk á sinn vagn sem að eru á móti fóstureyðingum og að svona vilja dæma mikið en hann var svona taldi að svona eðlilegt kristið siðfirði ætti að ríkja þannig hann með svona einhverja svona friðardúfu ímynd. Já, og hann samdi þarna Camp David samningin 78 og hún tókst að semja við Kim Il-sung og hann gaf út bók árið 2006 Ísrael-Palestínumálið sem heitir Palestine Peace Not Apartheid. Hann gagnrýndi Ísrael bara og notaði orðið apartheid sem að var bara frekar, það var engin svona háttsettur fyrirferðar mikill fyrirverandi stjórnmálaleiðtogi eins og hann sem að var að nota þessi orð á þeim tíma. Það eru ráðherrar í íslenskri ríkisstjórn sem get ekki einu sinni sagt þetta Já, apartheid Já, ég get ekki sagt þetta. Það bara þykir verið einhvers konar guðlast að segja það en hann skrifaði bók með apartheid í titlinum 2006 og hann með þess að sagði í viðtali vitum okkur sinna á og við erum að tala um þetta árið 2006-2007 að þá segir hann að ástandi í Ísrael það er með þess að verra heldur en eins og það var í Suður-Afríku það sem að náttúrulega það sem orðið apartheid er komið þannig að síðan meir sérðu að hann þorði að bara segja rétt frá og bara tala fyrir þessum hlutum og svo í viðtali árið 2015 þá segir hann að það er ekkert lýðræði eftirlengur í Bandaríkjunum. Hann segir að Bandaríkin eru bara oligarki, hvernig sem á því að það íslensku. Það er auðræði eða fámennis stjórn. Og hann segir að það séu bara svona pólitískar og múturgreiðslur sem að stjórna því hver er kosin forseti og hvernig stefnan er mótið. Og það er náttúrulega verið að vísa til þess að það er ekki eitt atkvæða mann, það er bara $1 eitt atkvæði, það er bara ótakmark peninga fjárútlát í kosningasjóði sem að stjórnar þessu öllu, þannig að hann var líka farin að tala um þetta og bara opinskáttið þetta og gagnrýna þetta, hann er eini Bandaríkjaforseti sem hefur gert það og hann, eins og segir, hann gerði þetta síðan meir Getur kallað þetta alræði auðvaldsins
þetta ástand. Þetta hefur líka verið talað svona auðræði en vegna þess að við notum þetta mest hérna Rússland og Austur-Evrópu þar sem að voru bara örfári menn sem að hreinsuðu upp allar eignir almennings og stáluðu raunverulega. Það hefur þetta líka verið kallað þjóðræði en ég held að sko ólíkarkismi þótt að við horfum meira til austurs til þess að skilja það hugtak, þá held ég að sé eiginlega bara engin það er ekkert umdeilanleg hugmynd lengur að Bandaríkin séu ólíkarkist land þar sem að þeir sem að fara með mesta auðinn stjórn öllu og náttúrulega í ríkisstjórn Trump þar sem að Elon Musk veður uppi eiginlega, það er engin munur á Elon Musk og hérna ólíkarkonum í austurinu sko. Já, þetta er þessi mikil tvískinnungur sko, skilur að það er einhvern veginn, það er bara talað almennt sko ólígarka í Rússlandi og Úkraínu, þeir eru bara þekktir sem ólígarkar. En akkur er aldrei talað Elon Musk sem ólígarka eða Jeff Bezos. Auðvitað eru þessi menn ólígarkar. Þetta er bara réttnefni fyrir þessa menn. Þetta eru bara milljarðamæringar sem eiga gríða miklar eignir og hafa mjög mikil áhrif og völd. Og vilja sveigja ríkisvaldi þannig að það þjóni sér en ekki almenningi þar sem að verið hugmyndin svo að ríkisvaldi fari með almannavald. Ég meina auðvitað er það þannig og og auðvitað ætti bara að kalla þetta réttu nöfnum eins og Carter gerði þarna undir lokin og hann á heiður skilið fyrir það. Og þá kemur þessi líka svona hugmynd hann að hann sé eiginlega svona síðasti svona heiðarlegi forsetinn. Já. Hann, eins og sé, hann gerði svo mikið út af þetta að vera heiðarlegur sko. Af því þegar hann bauð sig fram, þá var hann að bjóða sig fram gegn Ford og urunni gegn sko Nixon og Kissinger skilur og það var Watergate Nixlið og Kissinger, eins og sé, hann var ekki bara Nixon og Watergate, Kissinger var líka þekkur að vera svona Machiavelli sem var einhver leynimakki og eitthvað svona skilur, þannig að það er svona óheiðarlegt skilur, þannig að ég er sko heiðarlegi, venjulegi maðurinn sko. Þannig að ég held það sko að og sérstaklega það sem hann segir seinna mér er að hann trúði þessu sem hann sagði sko, hann var virkilega skilur vildi vera sko stillt til friðar og var friðarsinni og vildi berast fyrir réttlæti sko og það sést sérstaklega þess sem hann segir sko síðar mér en svo, eins og segir, svo má benda á ýmislegt sem hann gerði í embætti sem að kannski passar ekki alveg við þá stefnu og hugsjón. En hann skánar í samanburðinu við hina því að eftir þetta þá höfum við eiginlega alla forsetana sem eru mjög svona myrka bara herskáir og Ronald Reagan og Bush feðga og Clinton sem er sko mjög spilltur í minningunni og Bush feðgarnir kannski aðeins skárri eldri Bush en seinni Bush sem er mjög veika og vonda arfleið og en svo bara eins og Bandaríkjamenn ráði ekki við að uppgjör við arfleið Obama. Það mun kannski koma einhvern tímann á næstu árum. Sko við getum kannski talað það hvernig allir hinir forsetar hafa verið með herskáir sko. Að sko eins og hann Carter, hann var sko friðarsinni og hann lagði mikla áherslu á þetta að stilla til friðar og vildi helst ekki sko beita herafli, hann alltaf fór ekki neitt sko, tók ekki Bandaríkin í neitt nýtt stríð skilur beint sko, en eins og það var hann Afganistan og stríðið milli Írak og Íran, það var svona óbeint sko, svona einhver proxy stríð skilur en ég menna Reagan til dæmis, hann réðist í Grenada og stóð fyrir mikilli hernaðar uppbyggingu og það var náttúrulega mest allt þetta proxystríð í Afganistan, það var náttúrulega mest í stjórnartíð Reagan, þó það hefði byrjað hjá Carter sko. Svo kemur Bush eldri og hann sendur fyrir Persaflóastríðinu og þar það talaði þetta var náttúrulega bara Saddam Hussein að ráðast inn í Kúveit, já, en sko fyrsta lagi hefði verið hægt að sko reyna að leysa þessi mál á friðsamlegri hátt, reyna að nota einhverja diplomasíu, þeir höfnuðu diplomasíu, sko Bush eldri, hann sá þetta sem tækifæri til þess að endurreisa sko Bandaríki sem hernaðarveldi, af því að Bandaríkin, það er talað the Vietnam syndrome, eftir Vietnamstríðið að Bandaríkin töpu Vietnamstríðinu og voru niðurlagði í Vietnamstríðinu, að þá var almenningur svo mikið á móti því að fara í hernaðarævintýri út í heimi sko. Og hvað segir Bush eldri þegar að þeir eru búin að sigra Saddam Hussein í Persaflóastríðinu fyrra, þá heldur hann ræðu og segir the ghosts of Vietnam have been laid to rest in the deserts of Iraq. Það var það sem þetta snýrist sko. Og ég hef búin að lesa mig til það er margir greindir sem betta þetta. Persaflóastríðið, það snýrist ekkert Kuwait eða Saddam Hussein, það snýrist að endurreisa skilur Bandaríki sem hernaðarveldi og það var líka þess vegna stoppaði hann meðan hann hafði sigurinn í höndunum sem að einhverju voru að gagnrýna fyrir að hafa ekki farið og klárað þetta og tala nú að sonurinn hafi viljað gera það, klára það sem að pappinn hafi byrjað, en hann hættir einmitt til þess að ná þessum árangri sem þú ert að lýsa. Að geta stilt upp sigri á móti ósögunum í Víetnam. Já, það má skoða sko hvers vegna þeir fóru ekki alla leið þá, en það er kannski, að hafa svona skýran sigur og það var svona tilgangurinn að sína, heyrðu, Bandaríkin, þau geta bara farið í svona stutt stríð og unnið það bara afgerandi hátt, skilur.
og þá náttúrulega með yfirburðu sínum í með svona miklu vopnum og þjálfun og öðru slíku sem eimir ennþá að Bandaríkin hafið og Vesturveldin hafið þessa yfirburði gagnvart öðrum sem náttúrulega í Úkraínu að koma í ljós að gengur bara ekki upp. Og það var sko fordæmið sem að síðan sko þegar að sonurinn Bush yngri tekur við og þessi svoköldu neocons, nýjaldsmenn í hans ríkisstjórn vildu sína fram á og þeir eru með þessar hugmyndir að Bandaríkjan hættu bara geta farið í fullta stríðum og jafnvel mörg á sama tíma og myndu bara að vinna því öll léttilega. Þess vegna var Bush með þessa dellu við förum inn í Afganistan, förum inn í Írak og bara, þú veist, inn í öll þessi lönd og hvað gerist? Öll þessi lönd, Afganistan, Írak, þetta verður allt saman að einhvers konar Víetnam. Þetta verður allt saman eins og einhvers konar eins og kom fyrir Sovétríkin í Afganistan, skilur. Írak náttúrulega var algjört mess, hvernig sem maður segja það og það var svona svipað við tölum að Afganistan hafi verið gróðrastía fyrir hryðjuverkamenn og íslamista á sínum tíma á 9. áratugnum. Írak var það síðan árunum 2003 til 2010 cirka bát. Þar voru allir þessir menn sem hafa verið síðan ISIS, skilur. Þannig að það var gróðrastía fyrir hryðjuverkamenn í Írak. Líbía hefur skapað gríðarlega vandamál. Og svo við vorum að tala um Bush-feðga, að Bush yngri var herska á staðum öllum, fór í flest ný stríð í Írak og Afganistan og drónahernaðurinn og svo kemur Obama og hann stigmagnar drónahernaðinn og fer í einhverja svakalega drónaherferði í Pakistan og Jemen að sprengja bara óbreytta borgara með drónum og það er alltaf réttlætt að þetta séu hryðjuverkamenn og Obama með þetta kallaði surge í Afganistan, sendi miklu fleiri hermenn til Afganistan í því skynir hann að vinna stríðið sem síðan tókst ekki Þannig að Obama var líka bara furðulega herskár af því að náttúrulega þegar hann var kosinn, hann talaði fyrir von og breytingum, það var hans kosningaslagorð og hann lofaði að loka Guantanamo-búðunum, pyndingabúðunum á Kúbu sem verði ekkert úr Þannig að hann var líka herskár. Svo náttúrulega Trump, svo náttúrulega má deila hann er hann herskár eða ekki Það er alls konar skipta skoðanir á því en eins og sé, Trump er náttúrulega mjög sérstakur hann er svona, getur tekið hann út í svig hann er náttúrulega ólíkur öllum hinum en hann þykist vera dealmaker þess vegna ég bendi á en það er rauninni Carter sem er að dealmakerin hún tókst að gera Camp David samningin, það er náttúrulega sögulegsti samningurinn aðeim öllum þegar kemur að friði í Miðausturlöndum og það er mikill munur á Carter að hans arfleið er Camp David samningurinn á meðan arfleið Bush eldri er Persaflóastríðið, Bush yngri er Írakstríðið og Afganistan og Obama það er Afganistan og drónarnir. Svo er þetta Bill Clinton var hann var líka nokkuð herskár af því að Írakstríðið, Persaflóastríðið, það hélt áfram. Það var það voru efnaðsvíkarnir gegn Írak og það voru þessi no-fly zones og það var stöðugt verið að varpa sprengjum á Írak í stjórnartíð Bill Clinton. Þetta er eitthvað sem ekki margir kannski átta sig almennilega á það var bara stöðugt verið að sprengja Írak nánast á hverjum degi og svo hann líka eldflaugar á Súdan sem að sprengdi bara lyfjaverksmiðju í Súdan. Það var eitthvað algjört klúður þú veist, En Jimmy Carter tapar í forsetakosningu fyrir Ronald Reagan og síðan hafði bara endalaus röð af republikunum sem að segja ég vil vera nýi Ronald Reagan en þrátt fyrir það sem við erum að segja núna að Carter hafi verið friðarsinni, hann hafi verið kannski síðasti diplomatinn að reyna að ná okkur friði og hann verið maður með samvisku og telur að svona mannlegur stjórnmálamaður. Það er engin biðröð í demókrataflokknum sem segir ég vil vera nýi Jimmy Carter. Þannig að hann er eiginlega strikaður út úr stjórnmálunum, kannski fyrir það að vera að það sé hægt að heyja stjórnmál með svona heiðarleika og svona raunverulegt frelsi að leiðarljósi. Þannig að hann endar eiginlega sem svona neðamálsgrein eða eitthvað svona hliðar sem þóttna bara upp í bandarískum stjórnmálum Og þetta er það sem er svo merkilegt við Carter og eða bara sorglega við þetta eins og segir að er maðurinn sem að reynda að vera heiðarlegur, vera friðarsinni en eins og segir, það bara virðist ekki ganga í stjórnmálum Þá ertu bara, hvernig segir maður það, weak þú ert ekki harðið í horn að taka, þú ert ekki hörkutól eins og Reagan skilur og það var einhvern veginn að vera Reagan eitthvað volið fyrirmynd þú veist, sjálfstæðismenn á Íslandi við mjög mikið að lofa Reagan, hann sé eitthvað fyrirmynd og Margaret Thatcher líka þetta er alveg merkilegt fólk sem hefur valdið stórkostlegum skaða í sínum samfélögum og þú veist, við erum náttúrulega ekki búin að fara út í það en ég meina Reagan náttúrulega innleiddi nýfrjálshyggjuna og það allt skattalækkanir á hinna ríku og afregluvæðingin og það allt og þú veist við erum ekki saman að ræða það en ég er að meina að þú veist að það er einhvern veginn bara að það að vera friðarsinni
það gengur ekki í stjórnmálum af því þá ertu bara weak, þá ertu bara Chamberlain, bara peaceman skilurðu, það einhvern veginn gengur bara miklu betur að vera herskár og tala fyrir meiri hernaði og bara við semjum mikið við hugverkamennina, en við sáum hvernig það gekk á Bush, ég meina Bill Clinton sendi Carter til að semja við Kim Il-sung í Norður Kóreu og það gekk í 10 ár. Þeir hefðu getað þróa kjarnavopn en þeir gerðu það ekki 10 ár. Svo kemur Bush og hann segir bara við semjum ekki við hann og þá bara gerði bara kjarnavopn og hvað ætlar þú að gera í þessu? Skilur? Af því að neita að semja við það. Þetta er svona eitt dæmi. Og líka sko með náttúrulega Bush að vilja bara sko leysa öll vandabál bara með herafli, bara fara ráðast inn í öll Miðausturlönd í staðinn fyrir að reyna að semja sko. Þannig að það er svo sorglegt með sko þessa friðarstefnu að það er ekki nóg vinsælt einhvern veginn sko. Nei. Og svo segir líka sko að hann einhvern veginn gefur sig út fyrir að vera sko heiðarlegur og segja satt og eitthvað sko. Og þá einhvern veginn sko það einhvern veginn gengur ekki. Þú segir sko Kissinger sem að hann er svona hvernig maður að segja sko þú veist Machiavelli. Hvernig maður að lýsa því í íslensku að vera Machiavelli. Það er svona þú veist stjórnmálamaður sem að svífst einskis til að ná fram sínum markmiðum. Já, svífst einskis og hefur einhvern veginn engin svona prinsip. Hann beitir öllum ráðum, öllum svona leini klækjabröðum til þess að ná sínu fram. Sko máttur eillur til þess að ná fram þínum markmiðum. Og það er þannig stjórnmálamenn sem að, sko, hvað maður að segja, ná lengra, skilur. Menn eins og Henry Kissinger og kannski hinnir, á meðan sko Carter, það einhvern veginn, þú ætlar að fara inn í stjórnmálinn með heiðarleikann, þá bara hittu bara vekk, skilur. Þú lendur bara vekk. Það er vitlaust þetta sem getur gert. Það er eiginlega, held ég að sé almennt í Bandaríkjunum að ef þú ætlar að fara út í pólitíkina, gerðu bara eitthvað, bara ekki vera eins og Jimmy Carter. Herðu, en þetta er merkileg yfirferð með þér, Tjörfi, á þessum tíma, á þessum degi. Jimmy Carter dó í síðustu viku, held ég. Bjarni Benediktsson sagði af sér í dag. Þetta er engin tengslar á milli. Takk fyrir að koma, alltaf gaman að fá þig hingað að ræða heimsmálin. Þetta eru lokin hérna á Rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka Oddnýju, Sigurjóni og Birni fyrir að taka upp viðtölin, Pétri Fjellsteð og Laufey Líndal Ólafsdóttur fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakka ég mest sem að við staldra hérna við og hlusta og breytta þessu samtal okkar í fjölmiðlun. Minni á eins og við gerum oft að sá hlutekar sem hafi gert áskrifundur eru því sem að drífið áfram samstöðuna. Ef þú vilt slást í hópinn þá getur þú farið inn á samstöðu.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Ef þú ítir að hann þá getur þú skráðið fyrir 2.500 krónur sem er grunnáskriftin sem er mér þetta er hlægilega lágt verð. Þið megi borga meira þið viljið og þið sem er kjósi getur látið áskriftina að renna sem félagsgjöldin í alþjóðfélagi og það er alþjóðfélagi sem á og rekur samstöðuna. Við vonandi slást sem flestir í hópinn því að við höfum löngun og vilja til þess að efla samstöðuna enn frekar á þessu ári sem að var að byrja. En takk fyrir í kvöld. Sjáumst aftur á morgun klukkan 8. Góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.